En í DVAF rosaleg umfjöllun mál. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur. Þetta mjög slæmt mál og þetta eitt af þessum málum sem einmitt setur öll svipuð mál gerir hræðilega hluti fyrir þau. Það stendur hérna: stefnir ráðherra og kærir Höllu og Eyþór til nefndar eftirlit með lögreglu. Ég læt þetta óþverra lið ekki valta yfir mig. Árni Logi Sigurbjörnsson, meindýraeyðir, hefur stefnt dómsmálaráðherra fyrir hönd dómsmálaráðuneytisins og krefst miskabóta upp á 3 milljónir króna vegna vinnubragða lögreglunnar á Norðurlandi eystra við handtöku hans og húsleit á heimili að Víðibakka í Öxarfirði í byrjun febrúar árið 2020. Ennfremur hefur Árni kært vinnubragð lögreglunnar í málinu til nefndar eftirlit með lögreglu. Það gerði hann með tilkynningu sem hann lagði fram á lögreglustöðinni á Húsavík en lögreglan vísaði málinu til eftirlitsnefndarinnar. Sem náttúrulega það að lögreglan hefur eftirlit með sjálfu sér. Tilkynningi var lögð fram fyrr í þessum mánuði en sem fyrr segir varðar hún atburði frá 2020. Á þeim tíma var Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri á Norðurlandi eystra en hún lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu í dag. Í tilkynningu beinir Árni einnig spjóti sínum að Eyþóri Þorbergssyni sem áður var aðstoðarsaksóknari og staðgengill lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Kæra Árna felur í sér beiðni að tekið verði til skoðunar hvort refsiverð háttsemi hafi verið viðhöfð við rannsókn mála gegn honum. Tvö mál að ræða, annars vegar rannsókn á kæru á hendur honum fyrir kynferðisbrot og hins vegar húsleit varðandi brot á vopnalögum. Kona hafði kært Árna fyrir byrlun og kynferðisbrot sem átti að hafa átt sér stað á heimili hans að Víðibakka í Öxarfirði. Hér fer þetta verða nefnilega mjög loðið og alvarlegt. Ekki það er alltaf alvarlegt ef kært fyrir kynferðisbrot en ég að meina frá lögreglunnar hendi. Rannsókn málsins var felld niður. Í ljós kom við rannsókn á farsímagögnum að Árni og konan höfðu ekki verið í sama landshluta þegar brotin höfðu átt að vera framin. Samkvæmt vitnisburði konunnar. Hann segir að þau voru ekki í sama landshluta. Hann var ekki einu svona svæðinu frá dagsetningu sem að konan sakaði hann að hafa brotið gegn sig kynferðislega. Hann bókstaflega með sönnun að hann hafi ekki verið þarna bara einu sinni bara á ekki sama landshluta. En þá kemur svolítið sem að allir hafi einhverja áhrif þar að konan móðir lögreglumanns sem að starfaði við lögregluna á þessum tíma. Því að lögregla spurði hana þá hvort hinir meintu atburðir hefðu geta gerst á öðrum tíma og gaf konan þá upp aðra dagsetningu. Spáið í þessu. Spáið í að lögreglan að það kært kynferðisbrot og lögreglan sem kemur þetta seinna fram að móðir eins lögreglumannsins sem var starfandi á þessum tíma. Það kemur í ljós að, nei, það passar ekki. Getur nokkuð verið að það hefur verið einhvern annan dag hjá þér? Getur það ekki passa? Varstu, komdu með einhverja aðra dagsetningu, við kannski hangaði hann á því. Ekki nóg með að konan, þessi dagsetning, ekki nóg með það, sú dagsetning gat heldur ekki staðist því þá lá Árni á sjúkrahúsi á Akureyri vegna axlameiðsla. Þannig að þegar konan orðin svona augljóslega staðin í lygi að hvað hægt að segja einu sinni? Í fyrsta lagi að gefa að lögreglan komið að fyrrabragði og spurja hana hvort það sé mögulegt að það hafi verið einhver önnur dagsetning svo mikið langaði þá að klófesta fyrir þetta. Og þá gefin upp önnur dagsetning sem stóðst ekki heldur. Og svo kemur fyrirsögnin, sonur konunnar í lögreglunni. DVAF fjallaði þetta mál seint í nóvember í fyrra. Sjá nánar hér. Einnig það rakið í stefnu Árna á hendur dómsmálaráðherra sem lögmaður hans, Sigurður Sigurjónsson, hæstaréttarlögmaður ritar. Þar kemur meðal annars fram að sonur konunnar sem kærði Árna starfaði þetta leyti í lögreglunni á Akureyri. Ekkert loðið þarna, sérstaklega að löggan skuli hafa svo spurt hana sérstaklega, getur ekki að verið einhver önnur dagsetning bara. Fyrst að þessi stóðst ekki, getur við ekki hangað hann einhvern veginn. Þetta náttúrulega algjörlega með ólíkindum að svona líðist. Fyrir liggur að hann tilkynnti málið til lögreglu á undan móður sinni og virðist hafa komið að rannsókn málsins.
Já, hann sem sagt að rannsaka kynferðisbrot gegn móður sinni. Hvernig getur þetta verið að nokkru leyti eðlileg vinnubrögð? Þetta svo rotið að það nær ekki nokkru átt, þannig bara að því að það fjölskyldumeðlimur lögreglumann sem á í hlut, og þá þetta bara algjörlega, og þarna þetta sanna að þetta eru rangar sakagiftir, þetta ekki eitthvað bara sem fellt niður vegna þess að það ekki nóga sannanir, það sannað að hún að ljúga til þetta, samt ekki neitt, ekkert gert, engar afleiðingar. Spáði ef hann hefði ekki haft fjarvist á sönnun, hefði samt verið saklaus, hvað væri þá að gerast fyrir þennan mann? Þetta nú aftur, þetta liðið sem ábyrgt fyrir því að það svona erfitt að sækja til saka í kynferðisbrotamálum. Fólk svo þetta sem gerir svona, það ástæðan fyrir því að þessi lög eru svona krefjast þess svona rosalega þungrar sönnunarbyrði. Og þetta bara algjörlega, eða ætti að vera algjörlega ólíðandi. Þetta náttúrulega bara, þetta náttúrulega bara að vera að horfa á fangelsisvist. Því þetta engu síður alvarlegt og fölsk ásökunarnauðgun ekki mikið síðri, ef hreinlega eitthvað síðri glæpur heldur en nauðgun. Það mitt álit á þessu, því að ekki bara ertu að rústa lífi manns sem hefur ekki nauðgaðir, heldur ertu líka að eyðileggja allt systemið fyrir öllum sem munu reyna að sækja nauðgunarmál til saka. Það ekki fólk í einhverjum kommentakerfum sem ábyrgt fyrir því að það svona erfitt að fá réttlæti í svona málum. Það fólk sem lýgur til svona, eða myndi enginn nokkur tíma ljúga til svona brot, spáðu hvað veri auðvelt að sækja þið. Spáðu hvað veri miklu þægilegra.